Daði, fyrsti leikur í meistaraflokki í rúmt ár. Það samt væntanlega svartur blettur að hafa tapað þessum leik. Já, hún súrsætt tilfinningin. Bara gríðarlega gaman að koma aftur inn á völlinn. Búið að vera langt ár. Það ekki að ljúga því, en já, þetta skellur að tapa og bara, þú veist. Þórsarnir voru bara flottir, voru þéttir fyrir og lögðu sig alla fram í þetta og uppskáru síðan. Hvernig sér þessi mörk sem þú skorar? Létt að segja, kannski típist, skilur, en fáum bara 2 mörk á okkur hornin, skilur, bara slökkum á okkur. Það þú veist, auðvitað það líka fyrir lið eins og Þór, skilur, þau eru búin að líka tilbaka allan tíman, fá síðan loksins kraftur, við höfum bara að vita betur og vera með kveikt á okkur. Skorar á 90 mínútu, takt með þessu gegnum markið og svona tilfinningarna eftir það. Hélstu þið að vera að fara að ná að jafna þetta? Já, auðvitað, maður getur ekki sagt annað. Auðvitað gaman að skora bara, en þú veist, það kannski skiptir litlu máli, við fáum ekkert úr þessum leik, en auðvitað sætt að skora í endurkomum leiknum, en þú veist, skellur að tapa. Já, taka í gegnum þetta. Davíð Atla með flotta bolla fyrir og maður fyllir bara teginn. Hvernig skrokkurinn? Ertu alveg orðin 100%, finnst þið það? Þú veist, það kannski erfitt að segja það, þú veist, það stutt síðan bara ég held að ég þyrfti bara að hætta, sko. Þegar ég fer til einhver töfralæknis í Danmörku og búinn að vera hitta núna hann Gunnar Már Másson sem svolítið búinn að græja svolítið skrokkinn á mér. Nei, ég get kannski ekki sagt með þessu 100%, en maður fer ekki 0 upp í 100 á einum degi, en þetta bara work in process. Þú hélst í alveg að þú þyrfti mögulega bara að hætta? Já, þú veist, það kannski erfitt að segja þetta var náttúrulega orðið helvítið þungt og þú veist, maður búinn að fara í 2 aðgerðir og þú veist, með 10-11 mánuðir þar sem maður bara var langt frá því að snerta völlinn og þú veist, nei, þetta einstinn ætlaði maður aldrei að hætta, maður náttúrulega, þú veist, í þessu og það svo gaman að spila og þú veist, það svo mikil ástríða fyrir fótbolta bara, þú veist, innri með mér, þannig að þú veist, kannski ekki hætta en þú veist, þetta var orðið mjög þungt. Evrópuleikur á þriðjudaginn, hvernig að vera, þú veist, að koma inn í þetta þegar þessi törn í gangi? Þetta náttúrulega bara geggjað, skilur, mikið að leikjum, þannig að þú veist, og náttúrulega risa hópur, þannig að það þarf að dreifa álaginu og þetta þetta náttúrulega þessi Evrópuævintýri halda bara áfram og við ætlum bara að sækja sigur á þriðjudaginn og halda áfram góðu gengi, en náttúrulega mikið leikjatörn og það bara eins og þessi leikir á milli Evrópuleiki, það séu ykkur álag á þeim, en við þurfum bara að gera okkur í brók og halda áfram. Takk fyrir þetta. Takk.